Golfklúbburinn Oddur kynnti á dögunum nýja gervigrasspúttflöt og vippsvæði við golfskálann sinn en þetta er nýjung á Íslandi og var Oddur annar aðilinn í heiminum til að vígja slíka aðstöðu. Kári Sölmundarson er formaður Odds. Hann fór yfir aðkomu klúbbsins og Ármann Andri Einarsson, framkvæmdastjóri Iðnabs sem er innflytjandi efnisins og framkvæmdaraðilinn, skýrði betur út hvað málið snýst. Já, okkar aðkoma er fyrst og fremst svo að við hafa komið til okkar með þessa hugmynd að setja hérna niður púttflöt. Þeir í golfstofunni eru meðal annars klubbfélagar hérna og seldu okkur þessa hugmynd að það gæti verið gott og gaman að vera með svona gervigras eða hvað ég var að segja annars konar undirlag heldur en venjulegt gras í púttflöt. Bæði til þess að lengja tímann sem að hægt er að æfa pútt og vipp. Og svona, við vorum svona í hálfgerðu vandræðum með þetta svæði, það hefði mátt líta betur út. Þannig að það var bara góð hugmynd að setja þetta hér niður við skálan. Þá skapast líka það að hægt er að láta börn og unglinga æfa hér snemma vors og seint á hausti í stað þess að láta þau vera bara slá á æfingasvæðinu. Einmitt. Já, þetta lengir æfingatímabilið, klálega. Lengir æfingatímabilið og tala ekki í vori eða eins og var núna hjá okkur þar sem að flatir voru ekki nægilega góðar að þá var hægt að byrja að púta hér strax í stað þess að púttflatirna voru lokaðar framan af. Já, og þetta fellur alveg einstaklega vel inn í umhverfið. Þetta er greinlega vel tekist til. Hvað var hérna áður? Það var svona mói sem var farin að láta að sjá og lúpínan var aðeins farin að skríða inn á. Þannig að við vildum svona aðeins hreinsa þetta til. Já. Þetta er bara bætir líka svæði hérna aðstöðuna það er útsýni hérna frá veitingasölunni þannig að þú situr og horfir á einhvern vera púta, það er einhver stemmingu og er skemmtilegt. Þannig að þetta er bara frábær staðsetning. Já, en ekkert eitthvað uppbytta, þetta er ekki hugsað yfir veturinn, en þetta er kannski ekkert sérstaklega spennandi að vera púta úti á Íslandi á veturnar. Nei, norðanáttin á það til að vera svolítið hvers hérna, þannig að það er kannski ekki endilega best, en klárlega lengir þetta það tímabil sem hægt er að vera að vippa og púta sem annars væri ekki hægt. Og þetta er allt öðruvísi og miklu mýkra heldur en að slá að mottu. Þannig að tilfinningin er miklu líkari því og nánast eins og því að vera á grasi. Já, þannig að hérna í kringjá má vera að æfa púttinn, æfa inn á högg og svoleiðis. Já, og æfa vipp og inn á högg og við sjáum það að krakkarnir sem eru hérna að æfa hjá okkur, þau finnst rosalega gaman að standa hérna. Hér geta þau slegið marga bolta í röð og án þess að völlurinn láti á sjá. Einmitt. Þannig að við erum bara hæstánað með þessa nýbreytni. Og hvað, þið eru þeir fyrstu hérna á Íslandi og hvað, nánast í heiminum eða hvað? Já, okkur er sagt að við séum fyrstir með þetta efni á púttgríninu, þetta er nýjasta útgáfan sem var að koma bara núna í vor og á að vera ennþá meira líkt því sem að þekkist og er notað á þessu TFG mótaröð sem við erum með innan hús, sama púttgrín. Þannig að þeir bestu spila á þessu og við trúum því að kylfingar á Íslandi eigi rétt á því besta. En segðu mér annað, hvað er að frétta af ykkar klúbb? Hvenær er Oddur stofnaður og hvað eru margir meðlimir? Oddur er stofnaður 1993 og hér eru alltaf sé ekki í kringum 1300 meðlimir sem eru í klúbbnum. Og annað eins eða tvöfalt sem er á biðlista? Já, annað eins sem er á biðlista. Það er bara sannleikurinn sá að golf er gríðarlega vinsæll sport og margir sem vilja koma í það og sjá hérna möguleikan í þessu sem skemmtilegri afþreyingu og halda heilsu fram eftir aldri að hreyfa sig í náttúrunni. Og þið auðvitað skartið, er þetta ekki talin einn fallegasti golfvöllur landsins bara? Já, hverjum þykir sinn fugl fagur en ég er sannfærður að þetta er fallegasti golfvöllur landsins og sannarlega fallegasta umhverfið og þannig að það er og nú svo vinnur landeigandinn okkar að því sem landeigandinn er Styrktar- og Líknarsjóður Oddfellóhreyfingarinnar vinnur að því að stækka völlinn þannig að við sjáum von til þess að eftir einhver ár verði völlurinn hér orðinn 27 hólur. Já, en segðu mér annað, alltaf þegar eitthvað er í gangi með þið vorum í Íslandsmóti hérna fyrir hvað, 2 árum og það var bara svona sást ekki ský á himni alla keppnisdagana, þið eru með þetta í dag.
Hvað, ertu með einhvern sérsamning við Já, eitthvað hérna? það náttúrulega í laginu sem við þekkjum Kári Jötun Móð og ég hef bara gott samband við mína menn, sko. Ármann, þú ert frá golfstofunni og þið að flytja inn þetta gervigrasefni. Segðu mér bara frá því, þetta náttúrulega búið að vera mikið í bara fótbolta, knattspyrnuvellir á Íslandi. Segðu mér aðeins frá þessu bara. Já, mikið rétt og núna sko í upphafi þessa árs stofnuðu Tiger Woods og McIlroy keppnina TGL sem innanhúskeppni og partnerar okkar í Bandaríkjunum og Þýskalandi eru þeir sem hönnuðu og framleitu efnin sem eru notuð í þessa keppni og það sem við vorum að gera hérna á golfklúbbnum að við vorum að opna völl númer 2 í heiminum með TGL gervigras keppnis kerfinu með högtöfum móttum öllu slíku undir. Það bara þannig, Ísland bara stórasta land í heimi. Já, heldur betur. Þannig að það mikil ánægja að vera fyrstur í þessu fyrir utan Sophie Stadium í Florida. Segðu mér aðeins frá því og það ekki eitthvað sem ætti að geta orðið til hérna bara á Íslandi? Hvernig svo keppni segir þú? Þú veist að lýsa þið fyrir mér á það. Jú, þetta náttúrulega öðruvísi keppni, ég meina hún innanhús. Hún með áhörundur í kring, upphafsökið tekið inn í risahermi, síðan snúa sér leikmenn við og klára spilið upp á grín, einhverju 100-150 metra og það þessi kerfi sem að menn eru að nota þar. Já, munurinn glussakerfi undir og það breytir þá gríninu og... Munurinn hjá þeim og hjá okkur nú það að þeir geta breytt hólunum sínum, breytt grínunu með glussakerfum, snúið í, gert alls konar kunstir. Við erum ekki með það hér, heldur þetta bara kerfið eins og það er. Já, og enda nú kannski golf utandyra yfir veturinn á Íslandi nú kannski ekkert sérstaklega aðlaðandi. En þetta klárlega lengir æfingatímabili fyrir þau hérna í Ottunum bara talsvert vantarlega, eða ekki? Jú, mjög svo og þetta líka bara hlífir þessari vinnu sem eru upphafi tímabils og annað. Þetta hérna verður alltaf nothæft frá því snemma á tímabilinu og einnig svona lengir þetta sísoni fram. Já, þannig að haustinn. Það ekkert ólíklegt að bara bestu púttarannir munu koma frá Otti í framtíðinni. Já, það er aldrei að vita. En þú sjálfur, ertu sjálfur í þetta golfi? Já, svona aðeins. Ég spilaði fyrir mörgum ára síðan og ég svona aðeins að koma tilbaka og byrja aftur. Nú hef ég tíma loksins. Og hvernig svona finnst þér að pútta á þessu? Finnst það bara frábært. Já. Þetta bara þetta svona 10-12 stimp þessi og völlurinn mjúkur, hann tékkar vel. 10-12 stimp. Í hraða. Já, í hraða, já. Og kerfið þannig að það svona hanna til að taka móti boltum af 50-70 metra færi. Þannig að hann á að tjekka, það má chippa inn á það. Okay. Þannig að það þarf að vera varlega, klúbbhúsið hérna rétt hjá. Já. Þannig að ekki alveg líkur á að muni fleiri svona flattir rís út allan bara? Mér finnst það nú líklegt að menn fari í slíkt en það myndi það lengja tímabilið sem segir það hlífir líka svona bæði tegum, flötum á viðkomum tímum. Já, en fyrir ykkur þið eruð í Otti þannig að það voru hæg heimantökin að kynna þetta. Já, þeir tóku þessu bara vel og... Já, við náttúrulega þekkum þeim trausti fyrir að hafa fengið svæðið beintur utan klúbbhúsið og að fara í þessar æfingar og... Já, þetta mjög snirtilegt umhverfi allt í kring. Það bara hefnast mjög vel Já, erum ekki mjög ánægðir með þetta? Við erum mjög ánægðir með þetta og við sjáum líka bara við sjáum líka mikið bara æskulífsstarf og annað og þetta fellur mjög vel inn í það. Já. Afreksskylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson var fenginn til að taka fyrstu púttinn og vippinn og tók þátt í vippkeppni. Bara mjög vel. Mér finnst það bæði þetta bara mjög flott og fellur vel inn í umhverfis. Akkurat. Og þetta náttúrulega hjálpar golfklúbbnum Otti mjög vel að lengir tímabilið fyrir sérstaklega krakkana. Maður þegar maður var yngri í GHG og vissulega vorum við með frábæra aðstöður og inni og úti og það gerði svo mikið fyrir mann. Þannig að fyrir krakkana hér og við stækkun unglingastarfsins sem þau eru að vinna í þá bara hafa svæði sem að þau geta ekki bomba torfuförum og boltaförum á skilur og geta leikið sér eins og þau vilja og verið fjölbreytt og skemmtilegt þá það bara fyrir að vera gott fyrir íslensk golf. Og þetta náttúrulega golfið úti sport náttúrulega en á Íslandi það erfitt yfir veturinn þannig að þetta klálega lengi. Þú hefði viljað geta haft þessa aðstöðu á sínum tíma eða ekki? Jú, heldur betur. Ég var náttúrulega heppinn að við höfum svona úti og inni bæði í GHG þannig að ég var heppinn að detta þann tíma að þetta var nýbyrjað en engin svona pútflöt ekki utandyra, nei, hann að líka bara eins og núna í þessu góða veðri
ótrúlega gaman að vera hérna og fara í chipkeppni og bara njóta þess. En allavega þú ert ánægður fyrir hönd bara Oddfellow að vera komið með þetta að golfklúbbsins Odd segir að vera komið með þetta svæði, þetta ekki rosalega flott? Heldur betur og þetta bara frábært fyrir íslensk golf. Ég bý núna mjög nálægt bara hliðina á GHG þannig að maður stutt frá og það alltaf gaman að hafa flottar aðstöður í kringum höfuðborgarsvæðið og bara á Íslandi og þetta getur bara verið gott fyrir okkur á Íslandi. Frábært, takk hérlega fyrir. Takk.